Crazy Bastard, klukkan orðin rúmlega 4 á þriðju degi og FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan þriðju daginn. Já, og eins og þið heyrið þá er það þessi undurfagra rödd sem að mun vera með ykkur hér næstu 2 klukkutímana. Þetta er að sjálfsögðu Sverrir Þór Sverrisson. Ertu með fallega rödd, Sverrir? Já, mér finnst það svona stundum sko. Ha? Mér finnst það svona þegar ég tala svona, þá finnst mér í mig mjög fallega rödd. Já, þú róaði alveg. Já, þegar ég róa mig vel niður. Og fer alveg bara og ert svona með fólkinu. Já, við ætlum að hlýða á fallega tónum. Rólegt og rómatískt bara. Já, ég væri fínn á útvarpi sögu sko. Já. En ef ég er venjulegur þá er það, þú finnur hvernig ég fer svona upp núna sko? Já. Svona er ég venjulegur sko. Byrja að hækka, Já. Það er nefnilega þannig, það er ekki á öll og bátum hvað sko. Nei, og verður ekki þannig, við erum með fínan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við þar hæst að, já, þetta er fyrsti þriðjudagurinn í mánuðinum. Já. Þannig að við erum að fara í Gettu Blöð. Ó já, kallið minn. Besti vinur okkar og, já, það er rosalega margir sem halda hann sé pappa okkar, en það er hann ekki, Logi Bergmann, hann kemur hér á eftir. Já. Hann er bara góður vinur og hann kemur hér og verður með Gettu Blöð fyrir okkur. Ó já, það verður Og ég var búinn að jafna þar síðast, þannig að það er press á þér en ekki mér. Já, mér er alveg sama, ég vil bara búti gott út af. Já, það var heldur góður þér. Þið er allt annað en sama. Nei. Svo ætlum við að fara í tröfla símtal sem Já. alltaf hjá okkur á, já, þriðjudögum. Já, við reynum alltaf að vera með þetta því þetta er skemmtilegt. Já, þetta er virkilega gott þegar þetta velgengur. Já, við ætlum að hendi ykkur einum splunkun í tröfla símtal hérna á eftir, þannig að snert ekki takan, kæri. Já, og svo ætlum við, já, vorum við ekki að spáða að hringja til Rússlands líka? Jú, svo er alltaf ekki margir sem vita það, við erum að fara að keppa í knattspyrnu við Rússland. Nei, það er enginn að, fólk er ekkert að skýta í sig af spenningi. Nei, það er ekkert allir að tala um þetta sko. Nei, en samt... Það er ekki mikið verið að tveitt um þetta. Nei, ég leikur og síndur á morgunna, veist það? Það veit ég ekki. Ha? Ég þarf nú bara að kanna það. Já, maður verður alveg til að sjá leikinn. Gutti komin aftur og... Já, Eiður í hópnum. Já, Kolbeinn komin úr meiðslum, það er gaman að sjá hann líka. Já, Collin, hann er að koma sterkur inn. Þannig einhverja 60 mínútur og svo Gylfa, þannig að verður alveg gaman að horfa á leikinn. Já, það er alveg rétt hjá þér sko. Þannig að að gera að tekka því hvort að hans í síndur, svo eftir að tekka því fyrir okkur. En hérna, er ekki öllum sama hvernig þessi leikur fer? Er þetta ekki bara fínt fyrir þjálfarann að sjá svona hvernig leikmenninni standa og eitthvað svona búið? Já, þetta er pínu þannig, sko. En samt alltaf gaman að vinna. Rússar eru náttúrulega sterkir. Já, guð minn Það almáttugur. verður gaman að vinna þá. En ég skil ekki alveg, leikun er á Spáni. Veit ekki alveg hvað grín það er. Já, bara að reyna að komast í sól og sumarið. Já, þetta er smá golf og eitthvað. Gæti verið eitthvað svoleið sko. Já, ég öfenda á því. En eins og heyrið, kæru hlustendur, þá verðum við með þéttan og fína þátt. Hvað er að frétta já, þessa viku sem að ég hef ekki séð þig? Það er ekki neitt maður. Nei, ertu ekki búin að gera neitt þessandi? Ég gerði ekkert um helgina. Ekki neitt? Nei. Hvað kallast það þér að gera ekkert? Á föstudagskvöldið, þá var ég heima með börnunum og við horfðum á Idolið og Masterchef. Já. Það var gaman sko. En svo ertu búin að horfa á það. Þú verður væntanlega ekki að sofa klukkan 10:30 eins og börnin. Nei, þá hendi ég börnunum upp í svepp sko. Já. Kósí kvöld, búið. Já. Þá fara þau að sofa. Þá fer ég og frúin að horfa á eitthvað drasl. Já, bara einhverja þætti eða eitthvað. Já. Stundum tökum við tölvuna og horfum upp í rúmi bara á einhverja sjónvarpsþætti. Já, eitthvað svona, ekkert eitthvað þannig. Ekkert eitthvað blátt efni. Nei, við gerum það ekki í tölvunni upp, börnin eru að nútum allt sko. Já, ok, við skilum. En okkur veist ógeðslega gaman að horfa á klám saman. Hefur veist að pæli því. Nei, og svo á laugardaginn, þá var náttúrulega Eurovision. Já. Og þá var Eurovision partí heima. Og varstu ánægð með sigurvegarann? Já. Þetta, var hann sko, ekki, ég held samt að Birgitta myndi vinna þetta. Já, sko, ég veit ekki hvað það er, en það voru ekkert mörg lög eitthvað sérstaklega mikið að heilla mig. Nei, en Það var þetta ekkert er oftast eitthvað þannig svona- með Eurovision. Þú þarft að heyra lagið 2-3 áður að byrja að fíla það. Já, þá erum við í góðum málum að því að Eyþór söng lagið sitt þetta í 7 sinnum í þessari útsendingu þarna á RÚV. Já, ok. Það var byrjað á því að öll lögin voru keyrð í gegn. Þetta eru 7 lög. Já. Það voru 2,5 tíma útsending á Já, ég RÚV. misti af þessu. Já, getur hort á þetta bara, þú mútið spóla yfir helmingin, sko. Ok. Og hérna 7 lög, Já. öll sínd, svo er kosið. Hvaða 2 efstu lög komast áfram? Já, syngja aftur svo. Býtu, Já. svo fekk maður að sjá sem sagt brot úr öllum lögunum 7 sem að maður var nýbúinn að horfa á. Svo komu auglýsingar, svo fekk maður að sjá aftur brot úr öllum lögunum 7 og svo náttúrulega tali niður. Ok, nú er kosningunni að ljúka, teljum niður, 9, 8, eins og allir séu heima bara, ég verð að kjósa, það er bara 5 sekundur eftir, allir búinir, skilur, þetta er bara kjaftaði. Og svo voru 2 efstu lögin og það var hún hérna Unnur Eggerts
sem leikur hérna Sólu Styrðu. Ég held hún að mér sé að sungi eitthvað lag úr Latabæ. Það er auðvitað og Eyþór Ingi. Og þá voru þau látin syngja aftur sín 2 lög. Ok. Og þau sungu 2 lög aftur og svo að skipta á Þórhall vinn okkar sem að var að stjórna þessu og hann alveg, já, þá þessi 2 lög á toppnum og hérna þá þurfti þjóðin semst að kjósa á milli þeirra aftur. Og við skulum rifja upp þessi 2 lög og þau voru rifjuð upp. Heyrðu, svo vann Eyþór og við fáum að sjálfsögðu að heyra loka sigurlagið aftur. Hann sagði þetta var bara syngt 10 sem hann söng það 3. Alveg, það ekki bara, þetta var yndislegt. Hann hefur alveg búinn á því þegar komið. En við getum huggað það, dóttir mín, hún horfði á endursýninguna á Eurovision daginn eftir, sko. Þannig að hún hefur fílað þetta. Já, ítæðlur. Þetta lag sveppir ekki alveg að prefuna, ég baði að lækka þetta í stúdíunu, skiljaði ekki alveg þannig, ég setti bara á með headphone-in. Já, þetta er ágætt. Þetta er geggja lag. Getur ekki neitað því? Nei, þetta er svona, ég þarf að hlusta á svona 12 sinum. Já, þá byrjar að fíla það. Já, þannig að ég er að pæli hvort þú verður til að spila það fyrir matur. Bara svona eins og Eurovision. Ég meina þannig virkar þessi bransi, skilju. Endurtekningin er vanmetinn. Farð það bara á heilan. Hlusta á þetta, endurtekningin er vanmetinn. Já. Heyrður, ég sagði þetta 2 svar. Já. Einmitt, og þá fór það að make a sense. Akkurat, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég þarf nú ekkert að segja það oftar en einu sinni, það virkar oftast í bara við fyrstu hlustun, slúðrið og ég er með ágætis pakkanda eina sko, þetta er kannski ekki neitt rosalega merkilegt slúður, en ég fíla fólkið sem er í slúðupakkan núna. Þetta er ekki Hlandhausinn, þetta er ekki Kim Kardashian og Lindsay Lohan og eitthvað svona. Ég ætla að byrja á Leonardo DiCaprio sem er nú að mínu mati besti leikari í Hollywood. Já, og bara besta manneskja sem hefur lent á þessari jörð. Já, hann er hæðislegur. Hann er bara fullkominn. Þessi 38 ára gamli leikari er komið nýja kærustu en það er áströlsk leikona sem heitir Margot Robbie. Hún er 22 ára þannig að það eru þarna alveg góð 16 ára á milli þeirra. En þau voru einmitt að leika saman í kvikmyndinu The Wolf of Wall Street og kynntust þar. Og urðu bara svona góði vinnir og svo urðu kærustupar og eru núna að hittast. Þetta virðist vera þetta svolítið oft inn að fólk sem er að leika svona saman í bíómyndu, það byrja saman. Hún er 22 ára? Já. Vá. Og hann 38 en, neða ekki, ég meina þetta er DiCaprio. Já. Þannig að þetta lítur vel að í. Svo er það næsta slúður, það er af Beyoncé Knowles. Svo var flott á sunnudaginn, Super Bowl weekend. Já, ég sá þetta í beinni. Já, hún var hérna með hálfleiksjó og þetta er nú bara, ég hef bara aldrei séð flottari kvenmann held ég, svei mig þá. Þetta var bara rugl. Já, mér fannst hún bara í fyrsta lagi syngja ofsalega vel. Já. Og velja góð lög. Já, bara hennar lög. Og gaman að sjá hérna Destiny's Child þetta saman inn, sko. Já. Og ekki skemmi náttúrulega fyrir því hvernig hún lítur út, hún er afskaplega hugguleg. Ber sér vel, sko. Tók einhvern tíma, tók svona 5 eða 6 með eitthvað svona svipi, sem hún bara blikka eitthvað í kameruna. Já, hvað varstu gráður bara? Nei, ég bara svitnaði. Þetta var bara, ég hugsaði bara með mér, vá, hún er alveg með þetta. Já, hún er alveg rosa fín, sko. Við erum að gefa henni það, en hún er að fara núna að túra heiminn, ekki bara Bandaríkin, heldur Evrópu líka, fyrir ykkur sem að viljið reyna að sjá hana hér í Evrópu. En hún hefur ákveðið að skýra þennan, hvað segir maður, þennan túr hjá sér, tónleikatúr, The Mrs. Carter Show. Og það er til heiðurs Jay-Z sem heitir Sean Carter en ekki Jay-Z. Já. Og hún byrjar í Evrópu og endar svo í Bandaríkjunum og endar í Brooklyn. Þannig að það er að gera að teka því, þið vilja fara að sjá Beyoncé Knowles á tónleikum. Svo er reyndar kort viltu að ég segi slúður að Nicole Kidman sé búin að viðurkenna og noti Botox eða Emma Bunton hafi týnt hundinni sínum. Hvort heillaði meira? Það heillaði mig meira að drasla það með Botoxin, sko. Nicole Kidman, hún sagði í viðtali við Mary Claire Magazine fyrir einhverjum 4 árum síðan að hún væri með alveg eðlilegt andlit, hefði aldrei farið í lítaaðgerð og væri bara svona það sem að hún segist ekki reykja og ekki drekka. Hún var bara virkilega heppið með húð, sagði hún. Heppið með húð? Já, en var að viðurkenna hins vegar núna í viðtali að hún hefði logið. Hún segist ekki að fara í lítaaðgerð en hún hefði farið í Botox en hún sé hætti núna. Hætti? Já, hún vill það ekki lengur því að... Hún hefur lagt Botox á hilluna? Já, hún vill menna að það sé svo óþægilt að vera með svona strekt andlit.
Það við ykkur býstu þú það getur bara ekki verið eðlilegt þú ert að sprauta einhverju inn í húðina þér í andlitinu. Já, til þess að strekkja á því. Hvað verður til þess að þú ferð að gera þetta in the first place? Hefur þú séð eins og, ég veit að Egill myndi berja mig núna, eins og Sly Stallone, hefur þú séð hann? Hann getur ekki sýnt sviprið. Nei, hann er ógeðslegur sko. Nei, hann er ekki ógeðslegur. Mickey Rourke líka. Já, Mickey Rourke er náttúrulega bara svo köttur í framan. Hvað er að frétta það? Akkur geta þessi menn ekki bara tekið slægin og elst alminlega og verið bara... Bara með dignity? Já. Já, bara eins og Robert Redford og félagar. Já. Ég er sammálaður hann. Þetta var slúður. Já, ég heyri það. Ekki fara í vont skafsand. Það er allir notum eftir. Ég kann ágætlega við Nicole Kidman, sko. Já. Það pirrar mig þegar ég heyri svona kjánaslúður fólk sem ég líka vel við. Já, sem að hátt í áliti þær. Já, þetta er bara flott kona á miðjum aldri og hérna... En var að sprauta sig með eitthvað botox og rugli og þá var reyður. Já, svona hætti. Ég lofa, ég ætla aldrei að sprauta með með botoxi. Nei, alveg, nú verður að passa þetta. Og ég var það að gera þetta einu sinni en... Hvað er það sem liðið mér? Allir fáið þetta. Það vilja geltast, ég veit ekki hvað það er. Algjört kjaftaði. Algjört kjaftaði, þetta er, pirraður sveppi, en það var hann að missa þarna átrúðuna góð, Nicole Kidman. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo er það Gettu blöð, sturla staðrendir, trubla, símtal, hringt til Rússlands og ég veit ekki hvað. Þetta er fyrir smekks neisa, krakkar. FM 957 í samstarfi við Túborg Léttur, Icelandair og Fjegkortið kynnir Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Framkoma James Blake, Square Pusher, Trent Möller, Simian Mobile Disco, Múkisson, Ásgeir Trausti, Guskus og Retro Stefson. Alls yfir 50 listamenn á 4 sviðum. Tryggður miða á Sónar Reykjavík strax á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Túborg Léttur, Icelandair, Fjegkort og FM 957. Pastella ferskt pasta er frábær lausn þegar maður þarf að galdra fram góðan rétt á stuttum tíma. Aðeins 2-3 mínútur og allt klárt. Pastella, ferskt og fljótlegt. Túborg Léttöl kynnir vegna fjölda áskorana Skónrock í Silfurbergi Hörpu 20. og 2. mars og Hofi Akureyri 20. og 3. mars. Miðasala er hafin. Nánar á harpa.is, menningarhús.is og miði.is. Fyrsti vinningur gæti orðið 1,1 milljarður króna. Koma svo! Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Útsalan heldur áfram í E-Label og Evelyn. Enn meiri afsláttur, 30-80% af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn, Laugavegi 32. Það styttist í sumarið. Fjarþjálfun.is. Vertu hluti af því ferskasta sem er að gerast. Veldu Stimrol tyggjó, nú í pokum. Stórleikur hjá íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu á Stöð 2 Sport. Sjáðu Gylfa Sigurðsson, Kolbeinn Sigþórsson, Eið Smára Guðjónsson og félaga glíma við rússneska björninn. Rússland, Ísland, miðvikudag klukkan 19:20. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár og 1. Úr Florence and the Machine. Er alltaf þetta lið að svona, veist, syngja með einhverjum öðrum og rotta sér saman og, veist, eins og Will.i.am og Britney Spears. Já. Will.i.am and Britney Spears. Já. Það er bara eins og Íslandi, eins og, veist, Erpur og Ásgeir Trausti voru að gefa... Já, það er eitthvað þema í hljómskálanum, sko, að rotta saman svona 2 ólíka tónlistamenn, sko. Já. Það hefur ekkert verið í gegn tíðina. Nei. Það er ekkert eitthvað Steppi Hilmars og Helgi Björns að syngja saman, sko. Eða, veist, Bubbi Mortens og einhver. Bó Halldórs var náttúrulega með duetdisk á söngan og með öllum. Já, það er náttúrulega margir með duetdisk. Raggi Bjarnar var með duetdisk. Það er ekkert eitthvað svona, veist, nýtt lag frá Bjöggi Halldórs og Bjöggi Halldórs og Valdimar syngja saman. Nei, það er kannski hægt að gera meira að því. Já. Ég veit ekki. Þetta er mjög algengt í Bandaríkjunum. Já, það er mjög. Það er eins og Rihanna, hún er búin að syngja með öllum eiginlega. Já.
hún og Jay-Z eru búin að vera með lag og hún og Kanye West og... Já, en svo er hún alltaf ein líka alltaf að syngja. Já, hún er bara tónlistarmaður. Já, það er ekkert mikið þetta hérna. Nei, en ég var að fá hérna listasverðir sem að heitir Facts and Myths og þetta er svona, þetta er ekki eitthvað skot á þig. Nei. En þetta er svona feitabólulisti. Akkur í anskotan mætti það mögulega vera skot á mig? Ég veit það ekki. Af því að ég er feitabólaður? Nei, alls ekki. Finnst þér ég vera feitur og ógæslegur? Nei, þú kallar það stundum sjálfur. Ég er ekki að kalla það. Þú varst að því, þetta er ekki skot á þig, þú alveg, veist... Nei. I can read between the lines. Já, ég var að segja það svo, þú myndir ekki að halda að ég var að koma með einhvern lista til að hjálpa þér eitthvað. Já, bara því að ég er ekki skafinn og lyfta þungum hlutum allan fucking daginn, skilu, þá er ég bara eitthvað feitalhusa. Þú ert ekki feitalhusa, ég sver það. Hvað, mér bara líði illa leið að ég setja eitthvað upp í mig, eða bara, nei, þetta festist á mér. Ég er bara hamingjusamur í mínu skinni, skilu. Þetta lítur mjög vel út og þetta æðislega maður og þetta uppáhalds maðurinn minn. Já, uppáhalds feitabólaðinn. Það er það sem ég ætlar að segja. Nei, ég ætla ekki að segja það. En viltu fá að vita hvað er að fact og hvað er að myth eins og stendur hérna? Þetta er svona, hvað er, bara hérna, hvernig segir það? Hvað eru staðarindir? Já. Og hvað er svona... Hvernig segir myth á íslensku? Það veit það, það er ekki eitthvað tvittaði það. Eitthvað svona... Urban eitthvað. Já, urban legend, það er náttúrulega miklu betur orð. Já, feitabólur sem sagt. Já. Ok. Til dæmis... Það er kannski einhverja feita hlusur að hlusta. Herðu, hættu þetta núna. Við höfum farið illa út af þessum leik. Ok. Það er, skal ég segja, já, ok, ég ætla að byrja til dæmis. Það er talað að sex burns, eða kynlíf, brenni 100-300 kaloríum. Já. Bara hvert skipti. Það er rugl. Ok. Það er ekki staðreind, heldur rugl. Það sem að þú brennir í kynlífi og samkvæmt þessu hérna, samkvæmt eitthvað rannsókn, þá stundar þú kynlífa meðaltali bara í 6 mínútur. Það er að segja sjálft kynlífi fyrir utan forleik sem er eitthvað svona actually svitnar yfir og brennur ekkert mikið meir en 21 kaloríu við það sem jafn mikið að fara út að labba í 10 mínútur. Já. Þannig að... Það er kjaftaði að mann sé að brenna eitthvað, en ég held að feitt fólk sé ekki endilega að reyna að léttast á því að ríða, sko. Nei, alls ekki, ég meina... Afsakið orðbræði. Já, það er ekkert... Nei, en ok, ég skilði. Já, þú ert ekkert að fara í það bara til að létta það, það er bara það er gaman. Það ekki? Jú. Svo er það hérna að skal ég segja að þú léttist við að fara í leikfimi er ekki staðrind. Nei. Að fara til dæmis í leikfimi í skóla það bara, þú brennir bara einhverjum 100 kaloríur í það, þú ert miklu frekar að fara hérna í ræktina, hlaupa og lifta stendur hérna sem er nú, þú veist, þú varst nú komin í það á sínum tíma svo er það leikfimi, það er líka bara kjaftaði, þá ertu bara eitthvað að skottast já, þú ert líka bara í brennó og svona bara orðið leikfimi já, þú ert bara að leika þér já, það gerir ekkert fyrir því, sko. Fannst þér ekki alltaf gaman í leikfimi í skóla? Jó, dyrka það, sko. Ég elska það. En maður var ekkert eitthvað kósveittur. Nei, ég hef aldrei, þegar þú segir það, ég hef aldrei komið úr leikfimistíma bara rennandi blautur að svita. Nei. En svo er það að fleira hérna, það er ekki að með, það er að fact eða sem sagt staðreind, ekki borða eftir klukkan 7:30. Á kvöldin, já. Já, þeir segja að... Það er staðreind. Já, það er að versta sem hún gerir samkvæmt þessu hérna lista. Þetta er náttúrulega pínu bara svona... Heilsu kjaftaðislisti. Já, veist, maður veit þetta alveg. Já, drottum minn dýri. Það er enginn heima hjá sér að guffa í sig snakki og að cupcake eða eitthvað, svona réttur í svefnin. Svo kemur ykkur og segir bara, herru, hvað það gera? Þetta er gett óvalt að borða fyrir svefn. Nú, hvað, hann var ekki búin að segja mér það? Þetta veistu það. Já. Þú veist alveg, það er ekki hollt að borða réttur í svefn. Það er búin að margtyggja þetta ofan. Já, og það er ekkert leiðilegra heldur en þegar fólk er að tyggja þetta ofan í mann. Nei, nákvæmlega. Ég, þú veist, hygga ekki við að fá mér pizzur í svefnistundum. Nei. Það er stór hættulegt að við erum að horfa á King of Queens til dæmis. Já. Og hann er alltaf að fá sér eitthvað að éta. Ég verð svo songuð við að horfa á það, það er óþólandi. Og hann pantaði mér stundum pizzu. Svo var það hérna í lokin að borðar ekki alltaf morgumat. Jú. Já, það er mjög gott fyrir þig. Þú átt að borða morgumat. Æ, takk fyrir það, maður. Hérna, sem sagt... Þetta er svo lélegur listi, maður. Mythið var sem sagt, það eru rosalega margir sem fá sér bara kaff og síkó. Já. Mátt ekki að gera það, þegar það er hotlara fyrir þig og líka maður að fá actually mat í morgumat. Já, það? Já, ok. Þetta er svo mikið. En það er eiginlega, það er eins og þú segir, maður ætti, sko, ef þú ert nammisjúkur, finnst gott að borða nammi, þá er það fyrsta sem þú átt að gera þegar þú kemur í vinnunni, fara út í sjopp og kaupa bland í poka og éta nammi bara eins og þú getur fyrir hátti. Nú.
Þegar þú brennir því yfir daginn. Já, það er samt alltaf óholt hvort sem þú brennir yfir daginn eða ekki. Það er samt að tvennu illu. Já, Það var betra að geta nammi fyrir á daginn. Já, sjálfsög. Fyrir hádegi. Já. Vakna, fá sér bananabombuna maður, kókosbólu. Skellis í kókosbólu maður. Mér langar fyrir kókosbólu að tala um þetta. Þetta var, ég veit ekki einu hvað þetta var. Það styttist hér í Loga Bergmann og sturlaða staðreyndir. Og Logi vart að hlusta drullaðningarnir, við erum að bíða eftir. Og það var mættur. En hvernig líst þér að fá smá kósí tóna hérna á þriðjudegi, Sverrir? One and Only. Þetta er klikkalag. Það vantar ekki kynþokkan í þetta stúdíó núna því að Logi Bergmann eða Luigi Bergman eins og hann kallar sig á erlendri grundu var þetta í stúdíóið og hann er að undirbúa hér Gettu blöð. Það er ekki alveg tilbúið. Jú. Er það tilbúið? Það er alltaf tilbúið. Ég er alltaf tilbúið. Já, ég veit það, Já, svona. En sko, byrju, er allt klárt eða? Það er allt klárt. Ok, herru, þá verðum við bara að hoppa hér í örstuð kilabót, svo byrjum við Gettu blöð. Já, gera það. Já, þetta tekur 1 mínútu. Ég verð að, þú þekkir bara þennan Herru, pressa. við verðum að sinna kostendum og svona. Selur enginn fleiri auglýsingar en ég, þannig að ég er alveg rólegur. Við ætlum að setja smá auglýsingar, svo er það Gettu blöð. Já. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Nýtt í bíó, The Last Stand. Who the hell are you? Arnold Schwarzenegger snýr aftur í einni bestu hasarmynd ásins. The Last Stand. I'm the sheriff. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Orkusalan kynnir opnunaratriði vetrarhátíðar í Reykjavík. Pixel Cloud eftir Marcos Sotes, listamannin sem í fyrra lýsti eftirminnilega upp Hallgrímskirkju. Ekki missa mikið fenglugu sjónarspili á Austurvelli fimmtudaginn 7. febrúar klukkan 19:30. Orkusalan lýsir upp vetrarhátíð. Veist þú hver réttur þinn er? Ekki. Hvernig veistu á hvort það sé verið að svindla á þér? asiung.is FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Hvort vil ég fá hvað? Hann er mættur hér, hann Logi Bergmann með Gettu blöð og já, við fáum hann einu sinni í mánuði. Það er fyrsti þriðjudaginn í mánuðinum og já, nú er 5. febrúar, þriðjudagur. Þannig að það er komið að Gettu blöð. Ég jafnaði daginn, eða ekki Logi? Manni það ekki rétt? Jó, það er jafnt. Já. Þetta er rosalega spennandi. Það er búið að gríðarlega spennandi þessu. Það er fólk að stoppa mann í umferðinni og að spyrja hvernig staðan er og svona. Ég veist þú ekki gera náðu mikið úr þessu. Ég segi bara, ef þú ert að nú tímum til að poppa, slaka á. Já. Ef ég væri að keyra núna, þá myndi ég drepa á bílnum. Já, leggja bara út í kant. Já, bara stoppa bara á gott. Það er hvort þeir allir stoppur öll. Já, brjálu trafík. Mikla breytir öll að stoppa. En hvað var það mikið umferð? Það er bara allir að keyra á þessum tíma. Já, ok. Fólk vil vera í bílnum til að ná blöðtíma. Já, rétt þér. Fólk reynar rúmt á þessum tíma. Nú tökum við þetta sama á einlega. Hvað ætlum við? Er það bíómyndir? Byrjum á bíó. Ok. Og svo er sérstök úrslita lota milli ykkar. Hvort viljið þið fá þar, tónlist eða auglýsingar? Tónlist. Var ég til í? Sveppi, sammála því eða? Mér er alveg sama. Æ, ekki vera töffari. Hvort viltu? Ég vil bara búið til gott útvarpsefni. Já. Það er bara þannig. Já. Voru fyrir ráðlegningarnar á það, voru það gott út af þessu? Getur við ekki hérna, getur við ekki, Það var vinur þinn og hann ákvað að tala bara um hvað þú verið feitur af Ég veit Ég það. sagði það aldrei. Það var Sveppi sem bara tók þetta einhvern veginn vitlaust inn á sig. Bara Ali-sveppurinn verður með mér í allan dag. Og þetta er örugglega ekki með þessar ráðlegningar þegar það er eiginlega með þér. Nei. Já, það er það sama. Ég losi við 20 kíló. Þá er ég með starffræði. Þú getur ekki gert sitt lítið af hvoru. Nei. Getur ekki gert það? Jú. Já, tónlist og auglýsingar. Nei, annarkvort. Nei, mér er alveg sama maður. Tónlist fínt. Ok, Er tónlist. alltaf alveg saman. Já, Sveppa er endar alltaf Hvað sagður þú varst að gifta? Presturinn spyrir það bara. Ég sagði mér er drullu sama. Komið bara með Ég sagði mér er drullu sama. Partíði býður. Mér var ekki bóðið, kallið minn. Já, ok.
Þannig að þú varst ekkert inn í á mér, kallið minn. Það er eitthvað minna. Bauð bara vinnum á ætingum. Það er ekki eins og vindi sig að fara að gifta sig, það er ekki eins og einhvers ég að fara að gifta tónum. Nákvæmlega. Þú mátt koma þegar ég gifti mig, Lói. Já. Það er á lífi. Jæja. Herðu, við byrjum á bíóbrotum. Hvor er þetta byrja? Yes. Ég er sama, ég veit það, ok. Þá vill ég að Sveppi byrja. Vel ég. Það vil ég. Já, hvað sagði? Já. Ok, við byrjum á bíómyndum. Þetta er stutt. Nei, þetta er löngbrot. Ok, þetta er semst löngbrot úr bíómyndum. Já. Og ég á að reyna að giska hvaða mynd þetta er. Hvaða mynd er? Hárrétt. Þetta er enda sko, eða þetta er mjög létt, þá er það stutt. Ok, hlusti. What? Já. Þetta var nú létt maður. En ég skal taka það fyrir hérna. Já. Þetta var pínu og soundið á sér ekki nóg gott. Let's show this prehistoric bitch how we do things downtown. Nei, ég er ekki að spila rétt. Nei, ok. Þetta er, já, ok. Hérna. Þetta byrjaði vel þegar, Lói. Já, það byrjaði vel, já, tæknaðist. Hérna. Would you like to play a game of chess? Nei, þetta er heldur ekki rétt. Hvað er ég að gera nú? Býtu nú, ég er að finna hvað ég var með. Jú, nei, þetta er ekki rétt. Býtu, þetta er hérna, já. Spyrillin veit ekki eins og svörin sjálfur. Já. Ok, hér kemur þetta. Ok. Já, ok, fyrsta. Hlustið. There's like a buttload of gangs at this school. This one gang kept wanting me to join because I'm pretty good with the bow staff. Because I'm pretty good with the... Bow staff. Já, nú þekkja röddina. Bow staff. Já. Ég ætla að skjóta á bara Napoleon Dynamite. Já. Var það rétt? Já, það var rétt. Yes! Varst ekkert að giska? Jú, veistu það, ég vissi þetta, ég og ég var ekki alveg viss, þannig að þá giska ég, ég skaut, ég gat rétt, ég vissi þetta, ok, takk, stig. Ok, stig. Eitt á Sveppaling. Það var gott hjá mér, þú vissir þetta nefnilega ekki. Jú. Já, ok. Ok. Bótt á Pedro. Dáta þú. Öti. Pretty good with the bow staff. Já, þetta er nefnilega... Já, þetta er hérna Apocalypse Now. Hvað, segir þetta rétt? Apocalypse Now. Já, við gefum rétt fyrir þetta. Þetta var Apocalypse Now. Apocalypse Now. Já, en bara svo vitur að þetta er frægasta setning í bíómynd allra tíma, sko. Nei. Þetta er vængefi frægast setning. Já, hún er samt, þetta er ekkert frægast allra tíma. Það er bara eitt hérna. Ef þú átt sjónvarp og vídeótæki, þá veistu þetta, sko. Ok, allar gænir meira yfir þessu. Apocalypse, 1-1, ég held að vera sama. Já, hann er alveg sama. Já. Svona er það, hann er alveg sama. Dröllu sama. Ok, þetta sjáum það er ekki sama, þá fyrst þetta í vandræði. Ok, næsta. Pretty good with the bow staff. Nei. Já, setur þetta aftur svona fyrst. He was like a god walking amongst mere mortals. He had a voice that could make a wolverine purr. And suits so fine, they made Sinatra look like a hobo. Já, ég held sem Já. Í alvöru, Sverrir. Það ekki með þetta, Sverrir, eða? Það varst að reyna að spila þetta af? Nei. Nei, ok. Ég er að segja satt, ég er ekki alveg með þetta. Þetta er hérna... Hvað ætlar að skjóta á þá? Já, ætla að skjóta á eitthvað, sko. Já. Gettu blöð. Mystery Men. Nei, veit ég. Þetta myndi alltaf að vera Anchorman. Það er Auðvitað. Stál blöð stíi. Hann stál stíi. Ég átti að vita þetta. Ok. Ok, næsta. Ekki Pálva, Sverrir, það eru bönn að hlusta. Já, það gæti ykkur verið að hlusta. Þetta er eitthvað stuð, hlusta. Now that's a real badge, I'm a real cop, and this is a real fucking gun. Þetta er fáránlega létt. Þetta er hérna, þetta á ég að vita. Ég er samt ekki með þetta. Nei. 5, 4, 3, 2. Ég segi bara Dirty Harry. Nei. Hvernig maður heyrða? Það býta. Heyrðu þetta aftur? Now that's a real badge, I'm a real cop, and this is a real fucking gun. Bara... Og ég var pirrandi að heyra hvað þetta er, maður á að vita þetta. Já. Það er ekki bara að pitta eitthvað. Það er ljóman þess að pittalinn. Ég ætla að skjóta bara 7.
Nei, þetta var ekki pittarinn, þetta var melarinn. Þetta var sjálfsög Lethal Weapon, sko. Já, Lethal Weapon, maður átti að vita þetta. Já. Geggjaður myndir. Það er 2-1. 2-1 blöð. Samt, það er einu umferð eftir í bíónu, áður við förum í úrslitakeppnina. Það er rosa, áður við erum með blað. Já, ok. Já, blað. Við réttum því. Já, það er réttum því. Ég er fann átt að maður okkur að, spurningabomban er ekki beinn útsendingu, þú ert ekki með neitt úr heinum maður. Logi í beinni var ekki einu sinni í beinni. Víst var hann í beinni, verður ekki aðeins svona. Þú komst með þessi í þáttinn. Ég veit það. Ég er að voru með þá vinnir. Já. Ok. Hérna. Ekki mér fyrir hvern? Svepp á að gera? Nei. Á ég að gera? Jú. Nei, Svepp á að gera. Já, ég er 2 til. Ok, ekki mér hér. This tape will self-destruct in 5 seconds. Þetta held ég sem með. Það ertu ekki með. Hann er alveg að skýta í sig hérna, sko. Þetta er alveg rosalegt að eiga þennan dreng, maður. Varstu ekki með þetta, Svepp? Tape self-destruct. Hvað sagði hann? Ég bara... Tape self-destruct in 5 seconds. This tape will self-destruct in 5 seconds. This table? This tape. This tape. Já. Hvað segirðu? This tape self-destruct. 5, 4, 3. Hérna... 1. Last Boy Scout. Nei. Naked Gun. Nei. Það er sjálfsögðu Mission Impossible. Mission Impossible. Já, Jesus maður. Æ, af því að ég var með all lóðrétt niður mig og þú varst með þetta. Þeir. Maður. Þetta var ekkert smá lélegt á okkur, maður. Já. Það vissi þetta enginn. Jú, pottið einhver í umferði núna að hugsa bara hversu heimskir er að lemja í stýriðinu. Ötti, síðasta í bíónu. Já. Nei, ég var bara hyggist þér. Þetta? In 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble. I know this because Tyler knows this. Þetta er uppáhaldsbíómynd mín og heitir Fight Club. Þetta var ekki að vera að klika á. Þið er ekki saman núna. Nei, Fight Club, ég vissi þetta. Já. Hvað var ég með? Vissir þetta því að ég vissi þetta? Nei, þú heyrðir alveg, þú heyrðir Tyler Durden tala. Nei, þetta var samt ekki Tyler Durden sem var að tala, þetta var... Hinn hana. Hver? Norton. Þetta var Edward Norton. Sem að var einmitt, Tyler Durden. Já, en Tyler Durden var svo náttúrulega samt Brad Pitt. Já, en þú veist hvað ég meina. Það var sami maðurinn í Fight Club. Já, ok. Við erum komin með penna á blað. Nú erum við að skrifa. Úrslittalótan, ok. Og þetta er bara, ég var bara að heyra þetta einu sinni. Já. Þetta eru 6 auglýsingar. Ok. 6 auglýsingar og það eru 2 stig fyrir hverja, eins og alltaf. Og það er svona því að segja mér hvað er verið að auglýsa. Hlusti. Þetta var létt, 6 kvikindi. Já, ég samt sko... Já, við heyrum það aftur. Já. Já, heyrum þetta einu sinna, en líka bara fyrir hlustendur, svo hefur gaman að þessu. Þeir eru kannski líka að reyna og allir í stemmingu. Þetta koma sér þess að 6 brot í röð. Ok. Já, ok, 6. Já. Og ég vil bara hóta hvað við auglýsa. Já.
Ok, maður fá blöðin ykkar. Já, þetta var nú ekki flókið maður. Hvað þið? Að sjá, sveppalingur. Ég var ekki með nóg gott annars, sko. Nei. Ok, fyrsta svarið. Já. Hérna, ég er með svör, en ég geti heyrt svör, en þetta er mjög prófum. Ok, þetta nú er það. Sveppi segir kringlan í fyrsta, þið báðum með kringlan í fyrsta. Já. Ok. Glaðlegir litir og miklu meira Það er rétt hjá okkur. Kringlan. Já. Ok, 2 stig á haust þar. Svo kemur ekki til þér. En sveppalingur með mjólk. Ég skrifaði mjólk. Þetta er hvað klikkar. Já, þetta er svo illa skrifað hjá þér. Já, erum við að keppa í skriftið það? Þetta er náttúrulega mjólk, það segir náttúrulega alveg sjálft. Mundu eftir Mundu eftir mjólkinni. Báð með það. Svo segir Sveppi bláa lónið í næsta og þú segir hvað er hérna? Hvað segir það næsta sé? Ég segi Smáralind. Já, það var tekað því? Nei, ég setti ekkert hana, sorry. Þú settir ekkert hana? Nei. Nei, það var líka mín. Skýr.is. Skýr. Já. Ég var ekki með það. Svo kemur Smáralind. Já, þú er með Smáralind. Sveppi með Hagkaup. Smáralind. Þarna nægir 2 stig á þessu. Það er ekki alveg málinn þar. Ég trúði bara ekki að væri með bæði mollin þarna. Kringluna og Smáralind. Ég trúði og fekk 4 stig fyrir það. Svo óvænt. Það er gætt að lesa hann. Herðu, þá er það næsta. Báðum það. Nei. Meira Ísland á stærsta Síminn. Var hann ekki heldur með það? Nei. Nei, það var með KB banki. Ekki einu svona Kaupþing sem var sko undan Arjón. Heitir Arjón og var Kaupþing. Ég veit ekki bara að skrifa það. Ég held þetta væri námsmanna þjónustan með þetta. Þetta er búin að sláta það svo síðasta Lotto en ekkert hjá Ötta. Jú, ég skrifaði pósturinn. Meira Ísland með símanum. Það var. Þetta er svona sjóvó. Sjóvó, ég er með pósturinn þannig. Það eru 6 stig á blöðmanninn. Já. Hann endar leik með 9 stig. Sverrir fær 4 stig og endar með 5. Þetta er skemmtilegt. 9-5 Sveppi. 9-5 hér í Gettu blöð. Þetta er alveg frábært. Já, en hér er hvað? Drullu sama. Logi, takk kærlega fyrir komuna. Við sjáumst þetta mánuð og já, þá er maður komin yfir, Sveppi. Þetta er aðeins. Já, þetta er bara frábært. Er ekkert sem þú vilt segja? Jú, ég vil bara þakka Loga kærlega fyrir komuna og vera þáttakandi í því að vera að búa til frábært og skemmtilegt útastefni fyrir hlustendur. Fyrir fólk í umferðinni. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Ó, já. En ekki leiðilega að vinna í leiðinni. Nei. Láttu mig það ekki, það maður. En við getum ekki allir unnið. Logi, takk aftur kærlega fyrir komuna. Ekki málið. Alltaf gaman að fá þig. Yndislegt. Hér rétt handa við hotnið eru sturl. Tilboðin í 10.11 eru frábær. Jamaica orkudrykkur á 179 krónur. Freyjukraftur á 179 krónur. Vesergold ávaxtasafi á 79 krónur. Gourmet snacks netur á 399 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Nýtt í bíó. The Last Stand. Who the hell are you? Arnold Schwarzenegger snýr aftur í einni bestu hasarmynd ásins. The Last Stand. I'm the sheriff. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Sæmex fæðubótavörur eru vottaðar og viðurkenndar og fá bestu meðmæli einkaþjálfara. Núna ferðu 20% afslátt af Sæmex fæðubótavörum í vesturum líkama og lífstíls. Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Sæmex fæðubótavörur. Hámarks árangur. Útsalan heldur áfram í E-Label og Evelyn. Enn meiri afsláttur. 30-80% af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn Laugavegi 32. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Ertu að hlaupa? Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hotlasti skyndibitinn í bænum. Pink Fitboxið inniheldur 3 vörur sem gera kraftaverk á aðeins 21 degi. Aðeins fyrir stelpunnar. Fæst hjá Sportlíf í Glæsibæ og Holtagörðum. Láttu fagmann koma þér í form. Fjarþjálfun.is FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Frestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Hér á FM 95 blöð á FM 957 og það komið að dagskrárlið sem að við Sveppi köllum trufla símtal. Ó já, og það eru margir sem að elska þetta. Já, þetta mjög skemmtilegt þegar þetta hefnast. Fólk kemur til mín upp á Förnuvegi bara og segir við mig í óspurum fréttum hvað við erum miklu snillingar í þessu. Út af þessu? Já, ég er að lenda svolítið líki. Ég bara síðast núna þegar ég var í verslun. Það var einn kona sem réðst á mig og faðmaði mig. Já. Það er allir vitlausir í þetta. Já, og þess vegna ætlum við að halda áfram með þetta. Reyndar öllu kanni sleftu, þá hefnaðist þetta vel í síðustu viku. Já, gerði það. Þá hringdu við á steypustöð og það er svo gaman þú ert með eitthvað grunnlausan sem að, ég er bara svona hálf stressaður að það hinum einn á linni. Já, þetta þarf ofta að vera alltaf fólk sem er svona í eldri kantinum, sem að heldur að það sé ennþá hægt að slá saman tveimur línum. Já, en það er ekki hægt að það. Nei, ég held ekki. Ég er ekki það gamall, ég vissi það ekki. Nei. Maður er bara að pæla ekkert í því, sko. Nei, við þurfum bara að fá eitthvað svona vittlaus eins og við. Já, eitthvað svona grunnlausan, sko. Já, grunnlausan kannski betur. Meira. Hringdu bara eitthvað. Ok, en þú varst eitthvað að tala um að veldir fá mötuneyti. Annarkot mötuneyti, eða saumastofu, eða hreingetninga við eitthvað svoleiðis það sem að mögulega geti svara kona. Með fullri virðingu fyrir konum, ég elska þér, allar. Já, en, býttu, þú varst að trufla síðast en að koma mér að trufla. Ok. Herðu, þá tekum við þetta. Bókasafnið bara á Þorlákshöfn, það er eitthvað. Já. Ég svei með það, ef það virkar ekki, það virkar ekkert. Ég ekkert en bara þegar ég les bókasafnið á Þorlákshöfn og hugsaði, þetta maður ná þessu. Ef að þetta virkar ekki, þá lemjið þið. Ég líka. Bæjarbókasafnið, góðan dag. Já, góðan daginn. Einar heiti ég að hringja hérna frá Reykjavík og er á leiðinni til ykkar í vikunni. Já. Í smá frí, alltaf, og þið eru með bækur, fáið þið nýjustu bækurnar til að láta? Þið með eitthvað bækur fyrir mig? Halló? Já, við fáum nýjustu bækurnar yfirleitt. Já, við vantarlega, ég er svona veltaði fyrir mig hvort að, sko, ég er nefnilega með kort frá Borgarbókasafni Reykjavíkur og er aðtóa hvernig þetta virka, hvort maður getur bara komið og leigt út bækur á hans að vera meðlimur í... Þú getur fengið þær fyrir... Þú getur nú bara komið og leigt mig ef þú vilt. Nokkuð vel. Viltu það? Held ég. Halló? Viltu leigt lóðinn, lítinn bangsa? Lóðinn? Þú getur leigt mig. Halló? Já, ég er hérna. Já, þannig að ég get komið og bara leigt þær þá bara fyrir pening? Já, við bara semjum það svona á staðnum. Já, einmitt. Hvernig við færum að því? Já. Kott og lestu mig eins og litla bók, ég til í það. Halló? Já. Hvað? Ég veit ekki alveg að eitthvað kemur inn á línuna, en ég veit ekki alveg hvað það er. Nei, það er svona eins og þú dettur út svona öðru hverju, sko. Já. Má ég vera bókin? Hvar eru þið staðsett þarna í Þorlákshöfn? Við erum á Hafnarbergi. Ég staðsettur þetta með Arinn. Arinn? Þetta er ekki ég sem ég get ekki tala svona þeim tungum. En við erum á Hafnarbergi 1 í Ráðhúsinu. Ég ligg inn í herbergi bara. Það er eins og... Já. Það er einhver hérna, ég veit ekki, einhver að skemmta sér. Það er eins og að ég heyri svona glefsur frá einhver öðru. Já, nákvæmlega. Ég skal glefsi þig. Halló? Halló? Já, ég er hérna. Já, þannig ég geti bara komið við þarna í Ráðhúsinu. Já, komdu bara að spjalla við okkur. Komdu við í mér í leiðinni. Hvað er með opið lengi hérna hjá okkur? Við erum með opið frá 11 til 6. Ég er opinn allan sólarhringinn. Opinn. Halló? Já. Er opið hjá ykkur allan sólarhringinn? Nei. Nei, það er einhvern veginn allt opið allan sólarhringinn í dag, sko. Já, það er einhver sem er opið allan sólarhringinn. Það er opið allan sólarhringinn. Ég veit ekki hver það er, en hann er ekki hér. Nei, það er svona eins og þú dettur út og ég heyri svona skruðninga. Já. Ég veit ekki hvað það er, sko. Nei, en endilega kíktu bara við þegar þú kemur á svæðið. Já, þannig að þið eru með, ég heyrði ekki, þið eru með opið til 5 í dag.
frá 11 til, nei, 6 í dag. Kíkt á mig líka. Já, ég kemur... Ég er 6 í dag. 6? Ég er 6 í dag. Halló? Já, ég er hérna. Já. Mér fannst eins og hefði sagt að þú verið 6 í dag. Já, ég er það öruglega. Þetta slæðir allt út í eitt. Já, við skulum bara leyfa þess að slá eitthvað út í eitt. Þú mátt slá mig líka í fíla. Halló? Já, ég er hérna. Já. Sláðu mig, strákur. Það er hérna, þá gæti ég nú rúla við og það er opið hjá okkur líka á morgun. Já. Opið í alla enda. Halló? Já. Og verið með barnabækur líka? Já. Já, þið er með allt þarna. Já, svona ýmislegt. Já, ok. Allt sem kveikir í. Kveikir? Þetta var ekki ég. Nú? Það er svo, sérst svona eitthvað fýblast í mér. Já, þetta er eitthvað sérstakt. Já. Allt í fínu. Aha. Þá bara sjá. Halló? Já, ég er hérna. Já. Já. Við erum öll hérna. Hver er hér? Ég. Sigríður? Þetta var ekki ég. Þetta var ég. Heyrðu, við bara sjáumst. Meiri endurins vitlisann. Já, allt í fínu. Ég kem og sé þig. Þá er þetta, Vertu hjá mér. Þá myndi ég koma þarna bara og... Já, þú mátt koma, yfir með allan. Halló? Ég sagði þetta var ekki ég. Nú? Þetta var ég. Þetta var ég. Er þetta Sigríður? Ég veit það ekki, ég er alveg saklaus. Nú? Saklaus, hvað? Ég er ekki saklaus. Halló? Já. Ég er allt annað saklaus. Ég er óþekkur. Við bara sjáumst. Það er eins og að slá í saman þarna línur. Já, þetta er eitthvað voðalega dularfullt. Já. Sláðu mér saman. Það er hérna, það er eins og að koma einhver inn á línun einhvern veginn. Já. En ég get þá rúla við annarkvort í dag eða á morgun og... Já, verður velkominn. Rúlar á mig líka. Og skilafresturinn á bókunum er kannski 15... Það er yfirleitt mánuður, nema nýju bókunum, það er að vika. Það var að vika, já. Já. Já, ok, það er flott. Hvað segirðu? Þú veist það. Sigríður? Ég veit ekki þeirra fyrir því, sko. Þú veist hvað. En við bara sjáumst. Þetta er meiri endursessi. Meiri bókasafni þarna. Stólasvöld. Hún er farin. Þessi var resmaður. Þetta kannski, ég veit ekki, hefnaðast þetta ekki. Mér fannst allavega ríkilega gaman að tala við þessa góðum. Við getum allavega orðað þannig að við erum búin að bjarga deginu fyrir þér. Herri, það komið alltaf kappar sem hún bara missa anda. Og bara hún alveg grenja á hlátri en ég fannst þetta æðislegt maður. Þetta var stórkvæmslegt, þetta var bókasafnið á Þorlákshöfn og ef var einhverja hlustar sem þekki til þessara konu þá byrðu innilega hilsinni. Já, þetta var stórkvæmslegt. Sú virkaði þess. Hvað gefur þessu? Þetta, jú, við höfum gaman, þá hefnaðist þetta. Þetta er alltaf solid 8-5. Hæ, fíla. Hækkaði upp í 9. Já, hér rétt handað á hotnið er símtal til Rússlands. Það er Ísland-Rússland, já, hann er á morgun. Já, hörkuleikur. Sýndur á Stöð 2 Sport. Já. Það er nú gaman, ég held að þetta sé bara fyrsta sinn, var Kolbeinn meiddur þegar við spilum Færeyjar, en allar núna verður það er Eiður Smári þarna, Gylfi, Kolbeinn, svona allir okkar bestu. Er Hemmi Hreiðars hættur? Hemmi Hreiðars? Já, hann ákvað að leggja skóna höllina bara. Já, ok. Hann komið gott í honum, hann að þjálfa í IBF, hann spilar auðvitað með þeim í sumar. Já. Ég held að sko Hemmi Hreiðars er þannig típa, þó hann verði 40, þegar hann verði 50, hann getur ennþá spilað. Þegar hann er svona rugglaður og fer langt á því. Já. Hann segir það með sér sjálfur, hann er ekki hæfileikaríkasti fótboltamaður sem hefur komið frá Íslandi. Nei. En hann hefur farið þetta bara á geðsíkinni. Já, og sjálfströstið og rugglið, sko. Já, en þú sér það líka, ég veit ekki alveg hvað hann er gamall núna, hvort hann er 37 eða hvað hann er. Þetta er, ef þú væri framherji, spila kannski með Fylki, tvítugu tappi, ert kannski Vestló eða eitthvað og finnst þú eitthvað voða spaði og ert búin að vera að skora með öðrum flokki og pappin gaf þér eitthvað flottan bíl og eitthvað. Svo ertu bara að fara að spila í sumar á móti Hemma Hreiðars. Það vart ekki svalur. Nei.
það er alveg saman hvort þú er 20 eða 18 ára. Hann myndi jarða þig. Já, og þótt hann væri að keppa í kvennadeildinni, hann myndi fótbrjóta þig. Já, ef hann gæti það. Hann líka bara kann öll triksin í bókinni. Já. Þannig að það er fínt fyrir mann sem er búin að vera að dekka Didier Drogba og fleiri menn. Þetta bara enn til Íslands. Koma, já, hann getur spilað til svona 50. Já, ég hugsa hann hætti þá, 50 ára gamall og kannski komin í einhver annar deildarlið þá. Já, og það væri líka svo töff að einmitt að gera það, sko. Vera elsti knattspyrnumaður í heimi. Já, reyndar. Roger Milla, ég held að hann heiti það hjá Kamerún. Hann var að spila við þannig 43 eða 4 ára, sko. Já, og var að skora á HM. Já, hendi bara í dans og feskur. Já, mjög flottur, sko. Já. Hemmi Hreiðars gæti þetta nefnilega. Já, Hemmi Hreiðars gæti orðið eldri. Já. En, í tengslum við þennan leik, þá ætlum við Sveppa að hringja hérna til Rússlands og eftir og aðtúa bara hvernig er stemmingin í Rússlandi fyrir þessu leik. Eru allir bara, þetta er kannski fordómar að segja, allir að henda á sig bara vodka núna og býða til leiknum, eða? Já, það skiptir engum máli hvort það er leikur eða ekki, sko. Menn er alltaf að henda á sig smá vodka, hlýtur að vera. Er það bara þannig í Rússlandi? Já, hlýtur að vera. Það segja með það, þó er sér bara þriðjudagur, er þetta ekki eitthvað bara svona urban legend eitthvað að þessu alltaf að drekka vodka? Heldur þið séu bara í því núna? Bara rússar? Það kemur alltaf í ljós og eftir, sko. Bara klukkan 5 á þriðjudegi? Það er bara eðlilegt þá. Já, við skulum tekka það, við ætlum að hringja til Rússlands og það er líka sturlaða staðreyndir sem eru strax eftir auglýsingar. FM 957 í samstarfi við Túborg Léttur, Icelandair og Fékortið kynir Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Framkoma James Blake, Square Pusher, Trent Möller, Simian Mobile Disco, Múkisson, Ásgeir Trausti, Guskus og Retro Stefson. Alls yfir 50 listamenn á 4 sviðum. Tryggður miða á Sónar Reykjavík strax á miði.is og harpa.is. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Túborg Léttur, Icelandair, Fékort og FM 957. Liðstyrkur hjálpa þér að styrkja hópinn í vinnunni og styrkir þig leið því þú færð mótframlag í 6 mánuði ef þú ræður einhvern úr hópi langtíma atvinnulausra. Liðstyrkur er átak til að berjast gegn atvinnuleysi og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vill grípa tækifærið, skráðu þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. Orkusalan kynnir opnunar atriði vetrarhátíðar í Reykjavík. Pixel Cloud eftir Marcos Sotes, listamannin sem í fyrra lýsti eftirminnilega upp Hallgrímskirkju. Ekki missa mikilfenglegu sjónarspili á Austurvelli 5. 7. febrúar klukkan 19:30. Orkusalan lýsir upp vetrarhátíð. Gamli, góði vinur. Vantar þig ekki traustan félaga í ræktina? Hámark, hollur félagi. Túborg, Icelandair og Fékortið kynna Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trent Möller á Sónar Reykjavík. Miðasala á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM Topp tónlistarstöðin. Ég er farin, þeir eru að hlusta á FM 95 Blö og við verðum með ykkur hér til 6 í dag, styttist í að við hringjum til Rússland. En Sveppi Krull, það er komið að sturluðum staðreyndum. Ó já, kallið minn. Ég er búinn að bíða spenntur í 1 klukkutíma og 20 mínútur eftir því. Já, það er búið að vera svo mikið að vera hjá okkur að við höfum ekki komist í sturlaða staðreyndir, þannig við erum meira klukkutíma og seint með þær. Já.
sem skemmtilegt fyrir þá sem voru kannski ekki að hlusta á hann en að hlusta núna. Já. Það græða á þessu. Og við byrjum hér að sjálfsögða fyrstu. Og fyrsta sturlaða staðreynd dagsins að neikvæðni meira smitandi en jákvæðni. Já. Ertu sammála því? Já. Finnur þú fyrir kringum neikvæð fólk að það smitaði meira heldur en kringum mjög jákvæð fólk? Já. Já, það auðvitað. Það ég finna líka bara núna þegar ég hugsa. Já. Því að sko jákvæðni, þú ert aldrei með það mikið að jákvæðu fólki í kringu það smiti þannig að þú verður alveg hæpur jákvæður. Nei, en leiðu einhverju neikvæður þá er maður alveg dottinn á sama plan. Já, þá er maður bara, fyrir maturinn ekki að koma maður. Já, nákvæmlega. Þá fyrir maður að vera sammáli, já, það er ekki smá lengi að koma. Já. En reynda líka, þú ert að góða veitingastaf að fólk byrja bara mikið óbóðslega þetta gott, þá er maður, já, þetta er ekkert smá gott. Að því að líka stundum, ef maður er sammála, bara til að vera sammála, því maður nennir ekki að díla við þetta. Já, reynda. Þú hittir einhvern og segir, heyrðu, ég var bara nokkuð ánægð með Eurovision og þú ert það kannski ekki. Nei. Þá segir þú samt bara, já, ég er þetta sammála því, þetta var bara fínt stöf. Fínt orð á þetta. Já, heyrðu, leitir gamli, í staðan fyrir að segja, næ, ég er nú ekki alveg sammála því. Þá er alltaf að fara í korter að lífiðinu bara í eitthvað kjaftaði, sko. Já, ég hef engan tími í það. Herru, svo hérna, þetta hressandi og fekk mig, ég veit ekki hvort ég sé svona barnaleg, en þetta fekk mig til að brosa í dag þegar ég var að skrifa þetta niður. Clomipramine, lyf sem lætur þið fá það þegar þú geispar. Þú tekur þetta lyf, þá ferðu það þegar þú geispar. Bara hérna. Hvað gerist þarna? Æ, gamlir á Clomipramine. Hvað, má ekki geispa? En akkur er það til? Ég veit ekki, hlýtur að vera hættur þetta líka, heldur það ekki? Nei, kannski ekkert. Ef þú ert mjög þreyttur. En þú geispa á nokkur sem, er þetta þannig eða? Það er agalegt. Já, það er bara stórhættulegt svara næsta. Já, þetta er magna. Fólki finnst það gáara þegar það setur á sig gleru. Já. Ég hef aldrei þurft að nota gleru, þannig ég þekki það ekki. Nei. Þú notar ekki gleru? Nei. Nei. Það er með svo geða eitthvað sjón, sko. Konaðinn, hún notar stundu gleru, þegar ekki? Jó, hún er með linsurna, sko, hún notar linsur. Finnst þér hún gáari þegar hún setur á sig gleru, eða? En mér finnst hún virka gáari þegar hún er með gleru. Já, ok. Óttalega heimskuli hins einn. Nei, nú veist að maður setur á sig gleru. Já. Þá segir maður oft eitthvað, já, góð, Þetta er eitthvað svona stellingu bara. Eitthvað svona kennara, lalala, sko. Ég gáaður. Já, ég gáaður maður. Svo er það næsta bæti sköpunargáfuna hér. Þannig að þú átt að samkvæmt þessari stjórnlegu staðarinn þá átt að vera með mikið að grænu í kringu þig. Verið grænum jakka, verið grænni peysu. Liggi í grasinu. Liggi í grasinu, já. Það hjálpa sköpunargáfu fyrir fólk sem í þeim bransa. Fíla. Já, svo er það hér næsta. Fólk getur lagt sig með opin augun eins og kettinir. Fólk? Já. Stjórnlegu staðarinn, jú. Þannig að þú getur verið sofandi opin augun. Það er frík í maður. Já, spáði ég verið núna. Bara svo að. Þú myndir ekki vita það. En gera ketti það þeir leggja þessi alltaf með opin augun? Það stóð í kjölfatið, sko. Ég hef bara ekki pælt í því, sko. Ég hef aldrei séð kött leggja sig það. Nei. Ég held að þeir þyrfti ekkert að ná honum, sko. Herru, þeir sofa 70% æfisinni, það er önnur stjórnlu staðarinn þetta sem ég man bara. Nú, ha? Já. Það eru 4 réttir. Menn sem stúdera, eða fólk sem stúdera líkamstjáningu, eða body language, vilja meina að ef kona krossleggur lappir á meðan hún tala við karlmann, þá er hún engan áhuga á honum. Þannig að það er eitthvað, þú veist það þá allavega, þú veist að tala við einhverja konu og hún byrja að krossleggja lappir, þá finnst henni ekkert rosalega gaman að tala við þig. Þetta er stjórnlu staðarinn, það er sem þetta er. Já. Það er eitthvað að setja út á hann, eða? Nei, bara, veist, ef hún krossleggur lappir bara því henni finnst það þægilegt eða eitthvað, skilju. Já, kannski. Ég veit það bara ekki. Nei, árið 1948 kostaði bíómiði 35 krónur. Það er stjórnlu staðar. 1300 eða eitthvað. Verðbólgan maður. Já, það er akkurat málið, þetta er verðbólgan, Sverrir. Það er bara þannig. Já. Helvítis verðbólga. Já, nú eru örugglega margir núna að núti sem hugsa, herru, þeir veit alveg hvað verðbólga er. Já. 58% fólk sem er einhleyft í Bandaríkjunum líður illa á Valentínusardag og reynir að fara fyrr að svo. Nú, ha? Já. Líður illa því að Valentínus, þetta er svo ekta kaninn. Já, svo romantískur og klikkaður maður. Já, svo mikið.
Já, hvað heldur að mér eftir að líða eitthvað verri en þér á Valentínusardaginn núna í febrúar? Nei. Gæti ekki verið meira saman. Nei, því að við náttúrulega reynum að forðast að halda upp á hann. Það er svona einstaka blómabúð sem hann er alltaf að vera stærra og stærra á Íslandi, sant? Já. En það er samt ekki þannig, ef þú ert í sambandi eins og þú núna, þarftu ekki að gefa eitthvað eða? Á Valentínusardaginn? Já. Nei. En þú gefur eitthvað á konudaginn, ekki? Jó, þá reynir maður svona kannski að fara í jakkafötu eða eitthvað. Já, fyrir konuna. Bara í jakkafötunum heima. Skella á sér bindi og jafnvel maður setja smá rakspýra í sig. Er það ekki líka oft þá sem að Íris fatta býtu, það er góð lykt á honum, hann er í jakkafötum, er konudagur? Já, þá kveikir hún á. En allavega þá líður fólki sem er einhleypt í Bandaríkjunum illa á Valentínusdaginn steikt og að hljómar. Það eru 2 eftir. Þetta er svona svipað að segja sko að fólki sem er í sambandi líður alveg svakalega illa alla aðra daga nema Valentínusdaginn. Já, nákvæmlega, fyrir það. Þetta var gott hjá mér. Já, frábært. Það eru 2 eftir og ég veit að þú átt eftir að hafa gaman að þeim báðum. Ég þekki það vel. Já. Fyrri er, sérstaklega gerð fyrir þetta er svona styrlustæðurinn sem ég veit að þú og Jói Ásbjörns myndið dyrka. Já. Stu til? Já. Fólkið í Búganda sem býr í Uganda talar Luganda. Ég svo myndið fyrir þetta. Þessi er æðislega. En veistu hvað, ég reyndar vissi það að tungumálið í Uganda er Luganda. Já, en vissur að Uganda er í Búganda? Þetta er snill. Þetta er eitthvað sem maður þarf að muna. Þetta er gott að þú ert að brjóta ís inn í einhverju partí. Já. Öndi, hvað segir þú gott? Ég er góður, en vissir að fólkið í Búganda sem býr í Uganda talar Luganda? Þetta er svona eins og, hvað var ekki, Hulk Hogan með sama slókan og Joe Rogan? Johnny Logan? Já, Johnny Logan. Þetta er snillt, ég er mjög ánægð með þetta. Ég vissi þú verið ánægð með þessa og ég held þú verið líka ánægð með þessa hérna í lokin. Ganska aðeins tónalegri og ekki að fyndin, en leðurblöggur stundar munnmögg. Já, komið nú óvart líka. Það er magna. Já. Það er kannski þess vegna sem er alltaf á kvolfi. Alltaf 69 bara. Þetta voru sturlar staðrendir. Hvað stóð upp úr svefs? Var það Uganda, Luganda? Já, það er náttúrulega kæti mig svona einfalt grín. Mjög mikið. 5-7 og verður það til, já, hvað, 6 í kvöld. Er þetta 6? Þetta er 6 í dag. Já, ok. Og, já, eins og, ég veit ekki eins og hvort að þjóðin veit það, en Ísland er að keppa í fótbolta morgun. Já, ég var að lesa það í blöðunum, maður. Já, það er ekkert eins og... Ég leið og ég las það bara, þá bara trilltist ég úr spenningi. Þjóðin leikur ekkert annað hliðin út af þessu, sko. Nei, það er sko... Þetta er líka bara einhver æfingarleikur. Já, en hann vil nú meina það, hann Sven Göran, þjálfarinn okkar, hvað heitir hann? Lars Lagerbäck. Lagerbäckinn. Að við eigum að spila mútið sterkum liðum. Já, og við erum að fara að keppa við Rússa og þetta er æfingarleikur. Já. Sko, við erum að keppa við Rússa en spila á Spáni. Spila á Spáni? Ná, það er eitthvað voða kósi. Ok. Menn getur bara skellt sér í golf og svona, strákarnir okkar. Já, svona já, strákarnir. Já, strákarnir bara. Strákarnir. Þeir eru ekki alveg búin að ná þeim status að vera strákarnir okkar. Nei, þá þurfa að ná komast að HM. Já. En við erum að spá í að hringja til Rússlands og aðtóa okkur sem meiri stemmingur í leiknum þar en hér. Já, og við höfum aldrei hringt til Rússlands. Nei. Þannig að við erum að brjóta blaði í sögu þáttarins. Já, það er rétt, það er eiginlega alltaf að gerast. Þeir eru hringið til útlanda. Bara þess virða að hlusta, sko. Ég er með einhvern rússneskan pub hérna, það er ekki svona líklegast. Okkur, veist, þetta er náttúrulega bara fordómar í manni, en... Talar rússar ensku? Já, talaði ekki svona pínu bjagað enn, sko. Og rúski garambo. Nei, þetta eru fósbræður, sko, þetta er ekki rússar. Rússland, Iceland calling. Já, because of the match. Disney badresnu. Hello. Hello. Do you speak English? So. So and so, okay, that's okay. We were wondering, me and Sveppi, to... No. We are calling from Iceland. Hann tessir í því. Are you vodka in your brain? Yes, vodka. Yeah, vodka, nice. Do you watch football? Football, Hann er mökkað, sko. No, Iceland, Russia. It's tomorrow in football. No, slaka á hann. Tomorrow it's Iceland, Russia and football. Yes. Já? Iceland, Russia, yes. Yes, okay. I think we're gonna win that game. Sorry? Do you think Russia is gonna win?
Hvað, bara hampur í hausnum á honum? Já, hann bara farinn að drikja. Are you drinking in your pub now? Now? Yes. Okay. Einmitt, það bara hann. What time do you show the match tomorrow? Yes, Iceland, Russia. Yes, já. Þetta bara svo pappa á 7. glasi, sko. Hann allt lóðið. Það ekki talandi við hann. So you're gonna watch the game on television? Yes. Okay, do you think Russia is gonna win Iceland? Yes. No, we don't think so. We think Iceland is gonna win. Eidur Gudjohnsen is back to his best, so we are excited. Sorry, 1 minute. Ein mínúta. Frá að fá sér skot. Skellísi, koskenkorfa maður beint í augað. Hann að segja núna við konuna sem svaraði hann, herruðu, aftur mín, henta með einu skoti, ég að tala við 2 stráka hérna. Ég ætla bara að spyrja henni í lokin hvort þið sýnir leikinn. Hello. Do you speak English? Yes, I do. Yes, my name is Sveppi, I'm calling from Iceland. Do you show the match? Yes, we do. You do? Yep. Okay, so we can come to your place and watch the match? Welcome. Yeah, okay. Do you think Russia is gonna win on Iceland? Oh, of course we will. Oh, no. I think we win. Old fucks. Yes. I love Russia. I love you. Are you drinking vodka? Yep, sure, I'm Russian. Yeah, yes. Nice. It's Tuesday, but you don't care. I like it. Do you have vodka in your brain? Yep, sure. Yes, sir, like Bob. Okay. Thank you for talking to us, and you have a nice day. Yeah, and are you gonna drink vodka tonight? No, I'm not. No, just today. Of course, then you just drive home. Okay, thank you. Goodbye. I love your wife. Love your wife. Bara að enda öll síntal svona. Herri, ég elska konuna hérna. Þetta var síntal til Rússlands og heyrður, bara hingauðri, var alveg farinn að drikja. Hann kallaði bara vin sinn ef þú var að græða þetta síntal maður. Þetta var síntal til útlanda og sveimið það er ekki meiri stemming í Rússlandi fyrir leiknum en hér. Já, það er jafnmargir sem vita á honum, þeir tveir og við tveir. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Ekki láta eins og grísirnir sem að úlfarnir áttu. Vertu með það á hreinu hver réttur þinn er, hvað þú þarft að gera og hvað kemur þér ekki við. asiung.is. Margar hendur vinna létt verk og fleiri hendur gera verkið enn léttara, ekki síst ef þú færð mótframlag með nýja starfskraftinum. Liðstyrkur er einmitt þannig, átak til að hjálpa langtíma atvinnulausum og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vill grípa tækifærið, skráðu þig þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. Sterkasta deild í heimi, meistaradeild Evrópu snýr aftur í leiftrandi háskerpu á Stöð 2 Sport. Mourinho gegn Ferguson og Cristiano Ronaldo mætir Wayne Rooney og Robin van Persie. Real Madrid, Manchester United, miðvikudaginn 13. febrúar. Allir leikirnir í 16 liða úrslitum í beinni. Stöð 2 Sport, besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykkjum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Hér á FM 95 Blö 5. febrúar, hvorki meira en minna. Það verður ekki lengi að líða þessi mánuður held ég. Akkurja? Það er ekki nema 23 dagar eftir ánum. Stuttur og strax komið 50. Já, sko, stuttur er eitthvað svona sem er bara kjaftaði, sko. Nú? Muna 2 dögum. Það er ekki svo finni fyrir því, bara, vó, maður, febrúar er bara búinn, maður, shit, hvað var það? Já, þetta er náttúrulega 29 dagar, þetta er ekki 30. Já, auðvitað, maður, shit, hvernig læt ég? Þetta muna 3? Nei, ekki alltaf. Abjónseft nú 30 hver, það muna 2 þar. Já, reyndar. Og það, talandi þegar hlaupar. Þá muna bara einum. Þá eru 29. Ó, já, kallið minn, þannig að stuttur,
keft. Já, ok, styttri þá. Styttri, hárið að tjáu Auðunni Blöndal, klukkan 6:45 og Rikki G mættur í stúdíu. Það styttist í lagið á leiðinni heim. Já, það að fara dett inn. Ertu búinn að finna það? Já, ég búinn að finna það. Nei. Jú, hvað vildið þú velja það? Nei, ég myndi allavega vilja vera með í ráðum. Þú ert alltaf með eitthvað djöfusins, svona Nirvana. Já, sko, málið Er það Nirvana? Nei, það er ekki Nirvana. Er það hann þarna Once there was this girl who trying to be Dobby. M.M. hann það? Hvað heitir hann? Nei, ég man ekki hvað þetta er. Hvað, Eddie Vedder eða? Eddie Vedder, maður. Pearl Jam? Pearl Jam. Þetta eru þeir, já. Er það? Já. Ég vissi að ég giskaði, sko. Númer 2 í giski. Já, því miður giskaði ekki vel þegar vorum í Gettu blöðuna með Lóa Bergman fyrir þettinum. Það var ekkert unnið. Já, svona er lífið skrítið. Vinnum vógum, tapar vógum. En, sko, lagjáleginni heim M.M. Pearl Jam. Þetta er lag sem að ég held að þú hefur ekkert heyrt allt og oft, en kemur til með að fíla í tætlur. Ég veit að það eru margir að það núna keyra heim þriðjudagur. Já, en sko, nú ertu aðeins farin út fyrir mörkin með hennan dagskrálið. Akkur? Af því að lagið á leiðinni heim á að vera eitthvað lag sem að þú þekkir og þarft ekki að svona eyða effort í að reyna að fíla. Nei, en þetta er ekki þannig, ég get lofað. Þú varst að segja um mig samt. Já, ég myndir fíla þú ert ekki eins og flestir. Og ég er ekki eins og á leiðinni heim, þannig að... Nei, þannig að þú þarft ekki að skipta þér aðeins. Það eru, þó að þú veitir ekki hvað lag þetta er, Sveppi. En svo Rikki G, hann kíkti þetta, sá lagið og hann lyfti upp höndum ánæður. Hann er fæddur eftir 80. Já. Á með drullu saman. Eins og margir sem er að hlusta. Þetta lag er hrikalega flott, það heitir Yellow Let Better. Ég var að vonast til þetta að vera Yellow með Goldplay. Heyrðu núna. Ok. Já, ég hef alltaf verið mikill Pearl Jam maður. Hefur alltaf verið? Nei, ég sá svona vona að glampa í augunum það. En þeir hafa aldrei náð alveg inn fyrir skinnið. Nei. En þeir hafa trónað á skinninu. Ok, ef þið kemur til Íslands myndur mæta tónleika? Já, þið fengið frítt. Já, ok, þú myndir ekki borga það? Nei. Ekki þannig, sko. Nei, þú er náttúrulega ekki tíma. Nei. Mikið að gera hér. Jó, ég myndi hugsa með tvisar allavega. Já, ég held að myndi koma. En ég var samt sko, þegar við vorum hérna með flottulegakeppnina á 50-daginn, ég og Hjöppi, á miðvikudaginn var það víst, þá vann ég hann með Billy Idol. Já. Og var ég hérna með Rebel Yell, lagið. Mundur þú mæta á Billy Idol ef hann kemur til Íslands? Alla daga? Er það ekki? Jó. Ég sagði Kolbárunum að frí þetta, við þurfum bara að flytja mannin inn. White Wedding, maður. FM 95 blökinni. Eldborgarsalurinn í Hörpu. White Wedding. Billy Idol er á leiðinni. Það myndi fullt af fólki mæta. Og hann náttúrulega sko... Mæta á tónleikana? Já, Rikki G myndi mæta. Já, og líka bara sko... Hann hækkaði áliti hjá mér eftir að hann lék lítið atriði í kvikmyndinni Wedding Singer með Adam Sandler. Já, þar sem hann fór hamför. Já, æðislega. Ekki margir sem geta leikið sjálfan sig eftir, sko, þetta voru, 30 ári setna eða eitthvað, 40 ári setna sem hann var samt að leika sig sem ungan mann. Já. En það fyrir að stýtast í annan endan hér hjá okkur í FM 95. Já, það er alveg rétt. Klukkan er bara þetta í 6. Já, klukkan er að vera 6, og þetta 10 mínútur í. Hann er mættur hérna, hann er Rikki G. Við erum búin að fara yfir víðamöll í dag, fórum í trufla símtala bókasafn og Þorlákshöfn. Já, legendary. Heyrðum þar í einhverju bara hressustu konu sem ég heyrti í langan tíma. Já, glöddum lítið hjarta. Já, svo ringdum við til Rússland, svo lentum á 2 mönnum þar sem að, já, voru bara að drekka vodka á miðjum degi og þriðjum degi. Já, það var svolítið þannig. Vel ferskir strákarnir. Og já, svo þakku við Lóa Bergman að sjálfsög kellaði fyrir, hann var hérna með Gettu blöð fyrir okkur og ég veit ekki, hvernig kvöldir hjá þér Sverri Þór? Hægðu? Já. Kvöldi? Kannski ekki beðið með að fá þér, þú erum búin með þáttinn eða? Tyggjó. Ég held að vera hættur að tala um maður. Nei, ég ætla að spyrja hvað þú ætlar að gera í kvöld. Ég er að fara í fótbolta. Nú þú er í fótbolta? Alltaf á þriðjudögum, bolti, kl. 8. Já. Og það er alveg, sko, heilagur tími fyrir mér. Ok. Og hérna, svo er ég að fara að hitta mann kl. 9. Já, þú ætti að vera að hitta mennina. Já. Akkurat, takk kjærlega fyrir daginn, við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur Jóhann Sigfússon, en ég ætla að enda þetta á, já, til lag fyrir þig. Já. Sverrir, þetta er eitthvað sem ég held að þú viljið hlusta á í bílnum. Icelandair og Fékortið kynna Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trent Möller á Sónar Reykjavík. Miðasala á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Fyrsti vinningur gæti orðið 1,1 milljarður króna. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Stórleikur hjá íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu á Stöð 2 Sport.
Sjáðu Gylfa Sigurðsson, Kolbeinn Sigþórsson, Eið Smára Guðjónsson og félaga glíma við rússneska björninn. Rússland, Ísland, miðvikudag klukkan 19:20. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar og 1. Tónlist á FM Rikki G tekin við að FM 95 Blö og við hér saman til klukkan 9 í kvöld í bóði Castello Pizzeria. Þátturinn fer inn á vísir.is mjög svo fljótlega. Þið voru í miklu stuði í dag, Öddi og Sveppi, tröfla símtal. Það sem hringdi í konu einhvers staðar í Þorlákshöfn og hún var með mjög svo smitandi hlátur, hilarious.